fréttaritara velkomna. Ástæður þess að við boðum til þessa fundar hér í dag eru þær að við viljum kynna ykkur starfsemi félagsins. Við viljum vera í sem bestum tengslum við umboðsmenn okkar og hefum gert það með þeim hætti að heimsækja umboðsmenn. Starfsmenn félagsins hafa farið og heimsótt ykkur eins og þið þekkið og eins þykir okkur gott að þið komið í heimsókn til okkar og sjáum hvað við erum að gera. Hvernig átt að kynna fyrirtæki fyrir ykkur í dag vafðist að sjálfsögðu fyrir okkur eða var spökular því. Hefur við að setja upp mikið fund með skyggnum og glærum og öllu því tilherrandi og láta ykkur sitja inn í sólinni í 2-3 tíma. Við hættum við það, tökum heldur verksmiðjuhús okkar undir kynningu í dag, slökkum á vélum félagsins, að öðru leyti en því að það verða settar í gang fyrir ykkur, til þið sjáum hvað er að gera. Og við reynum svona að halda hávaða í lágmarki sem er þarna að nokkur dagsdaglega. Nú, önnur ástæðan er svo að við höfum verið að auka okkar vélakost. Þá er fyrst til að taka í nagladeild, þar sem við erum að framleiða þaksöng. Við erum að hefja framist á þaksöng og gangsöng. Við erum komin tæki til þess og þau eru að fara í gang. Og í völsunardeild, þar vorum við nú fyrstir með valsað bárujárn sem að byrjaði 1978. Sú vél var svona orðin úrelt að því leyti til að hún valsar ekki nema mjótt efni sem var klætt í 72 cm. Og nú erum við búinir að skipta þeirri vél út, konið með aðra nýja vél frá Nýja-Sjálandi, eins og svo gamla var, og völsum járn sem að klæðir með. Enn fremur getum við á sama aðila bogaval sem að getur sem sagt valsað báruna, beygt hana eftir tölvustýrður og getur beygt hana eftir óskum kaupanda. Þetta eru þær helstu nýjungar sem að við ætlum að kynna ykkur í dag, auk þess sem við viljum sýna ykkur verksmiðju okkar og þá aðstöðu sem við höfum í okkar búsetningu. Við höfum ekki hug á því að hafa sem sagt mikil ræðuhöld eða slíkt. Við óskum eftir ykkar fyrirspurnum, við óskum eftir ykkar ábendingum og viljum að þetta verði í svona frekar frjálslegu dagur og fólk skiptist á skoðun. Þegar við höfum lokið að borða hér, þá förum við upp í bílnum. Þar verða settir upp 3 hópar, mannskapurinn skipt niður í 3 hópa og farið þannig í gegnum húsið. Og þar viljum við endilega að þið skoðið það sem er að sjá og spyrjist fyrir það sem fyrir augum ber og það er aðra spurningar sem þið kunna að vera með og starfsfólk er fúst að greiða úr því sem þeim spurningum sem fram koma. Þegar við verðum búin að vera þar upp frá þá komum við hingað aftur og drekkum kaffi en við sem sagt ætlum í þetta nokkuð góðan tíma upp í vinnu. Nú, það er kannski rétt áður en að við fáum súpuna að biðja fólk að gjöra svo vel að kynnast. Það er bara að byrja. Eigið nafn og nafn vinnuveitandans. Ég heiti Hallur Bjarnsson og vinnuveitandinn er Vínnet AS. Ég heiti Þorkell Fjellsteð, er bóndi hér frá Borgarnes og segi stundum fréttir úr Borgarfirðinum að eitthvað sniðugt til að ske að hér í mættu hér. Bergþór Úlfarsson var að gera sér þetta bæðinu Borgfirðingi. Magnús heiti ég, er kaupfélagi Húnvetninga Blönduósi. Ég heiti Þórir Páll Guðjónsson, starfa sem kaupfélagstjóri hjá kaupfélagi Borgfirðinga og er í stjórn Vínnes. Baldur heiti ég, drifsmiður Stíanda, Blönduósi. Ég heiti Steinn Eyjólfsson og er starfsmaður Vínnes. Guðmundur Gunnarsson, kaupfélagi Skagfirðinga. Magnús Brimar Skipkjallar. Stefán Teitsson hjá Trésmiðjunni Akri. Pétur Ingólfsson, Trésmiðjan Akur. Guðmundur Einarsson, húsasmiður. Guðbjartur Halldórsson, húsasmiður. Ólafur Gunnarsson, húsasmiður.
Hreggviður Hreggviðsson og Vinja Vinnetti. Sigurður Fandal, Vestur Sigurður Fandal á Siglufirði. Stefán Aðalsteinsson, Vestmannsar Fandal á Siglufirði. Jón Helgi Guðmundsson heiti ég og er hjá Bíkó í Kópavogi. Karl Ómar heiti ég og er hjá Víðinlandi. Sigurður Halldórsson er stjórn Víðinlanda. David Wilkes, SG-búðin Selfossi. Sigurður Þór Sigursson, SG-búðin á Selfossi. Jón Agnar Eggertsson heitir heiti Tímas. Sigurður Sverrisson Skagafræðingur og þetta heitir DFF. Óskar Jónsson hjá SG-búðinni Selfossi. Jón Pálsson, innráðgjafi Vesturlands, starfaði á Samtökum sveitarfélaga. Sigurjón Jónsson, Kaupfélagi Borgfirðinga. Sveinn Aðalsson, Kaupfélagi Borgfirðinga. Sævar Þórðarsson, Litabúðin Ólafsvík. Já, og sá sem stefnir. fast í hendi með að selja okkur vél. Sú vél reyndist vera langt aðkomin og framleidd í Nýja-Sjálandi. Fyrstu árin vorum við einir þetta hérlendis, þar til að Héðinn byrjaði á sinni framleiðslu. Það liðu nokkur ár þangað til við fórum svo að valsa þessa kölduðbáru, keyptum til þess vél frá Svíþjóð, það vélin hérna út í vegginn, og jafnframt keyptum við þessa vél sem nú búin fyrir þá hönnun. Þetta eina véli sem hefur komið hingað til lands þessara gerðar, til þannig sem standir við þessar beygjur sem úr henni koma. Þetta byrjaði sem sagt 1983 og fórum að framleiða þessa kölduðbáru. Hún vann úr mjórra efni heldur en kantbáruvélin, og þess vegna fórum við að huga að því að fá okkur breiðari vél. Við vorum búin að vinna því á annað ár að leita tilboðum í breiða báruvél, og yfirleitt fannst okkur fjárfestingi skrætti mikil. Við leituðum svo fyrir rest í Nýja-Sjálands til framleiðanda gömlu vélarinnar og fengum þar langhagstæðasta tilboðið, og það var ákveðið að festa kaup á þessari vél. Þeir sem að stjórna þessu aðalega, Karl Ómar og félagar, þeir láta mjög vel af vélinni, selja hana tæknilega miklu betri heldur en þá gömlu, og í ýmsu taka fram sænsku vélinni. Og það þykir, þó hefur nú sænskar vélar þótt með því besta sem gerist. Nú ég veit ekki nema ég
með mjóa efninu. sem að stjórna því. Og er hún svolítið í gangi þessi vél? Já, það fer sívaxandi. Það eykst alltaf með hverju árið sem líður. Það brjóta upp stéttar.
gillleika, 5,5 mm gillleika. Lítið eitt af honum í sverustu naglagerðirnar hlutinn 8 mm bíl. Hann svo dreginn í þessari vél í hæfilega gillleika fyrir hverja naglagerð og í lokin valsaður ferkantaður þarna eftir að hann kemur af síðustu tromlunni. Við framleiðum svo til eingöngu til þessa síval ferkantaðan saum því að það hefðbundin notkun Íslendinga að saumurinn ferkantaður og saumurinn dreginn hér í gegnum halmánsaugu við hverja tromlu og við það tóknar hann og grennist. Þetta nú hérna inn á hlutverðandi sem reynsar fyrst reyndar gegnum afskrælning fjórluft sem snýr hann í augunum til þess að hann ofitni. Álið var fyrst að eitt. Ekki að það lappa yfir. Draumi fagrar nætur dvel ég stund. Það var sem vorsins tærasta von gengi á minn fund. Hún hvíslaði orðum sem kjarkinn mér gaf að horfa fram á veginn og lifa það af. Á Ísland allra veðra von, en það mig dreymir að allir sem á eyju ís og elds aldrei því gleymir að við höfum hvort annað tryggð við land og þjóð og landið sem skáldin ortum sín fegustu ljóð. Hvíslaði orðum sem kjarkinn mér gaf að horfa fram á veginn og lifa það af. Á Ísland allra veðra von, en það mig dreymir að allir sem á eyju ís og elds aldrei því gleymir. Við höfum hvort annað tryggð við land og þjóð og landið sem skáldin ortum sín fegustu ljóð. Á Ísland allra veðra von, en það mig dreymir að allir sem á eyju ís og elds aldrei því gleymir. Við höfum hvort annað tryggð við land og þjóð og landið sem skáldin ortum sín fegustu ljóð.